Góðan daginn. Fyrsti gestur minn kominn hér, Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur. Það verður aðeins farið minna fyrir þér í fjölmiðlum síðustu daga eftir að þú varst komin í einsta hringi, allir þessari hringiði sem hefur verið í gangi hér, ótrúlegir tímar. Fenginn í kringum júlí sem efnahagsráðgjafi forsætisráðherra með svona frekar óvæntum hætti og hættir síðan líka með mjög óvæntum hætti í miðjum klíðum og án þess að atlagan hafi verið afstæðan, svo maður segja. Hvað gerðist? Ég ætla nú svo sem ekki að fara neitt út í smáatrið í því en þetta svona var að samkomulagi milli okkar Geirs að ég myndi hætta. En ég held að upp á enskan máta að þá gerðist það raunverulega að það var svona policy disagreement að menn voru ekki sammála hvaða leiðir ætti að fara. Þú lagðir til aðra hluti? Já, ég lagði til aðra hluti og stundum var hlusta og stundum ekki. Sást þú fyrir þau ósköp sem hafa orðið? Já, þarna eftir 15. september þegar Lehman Brothers, þegar þeir fara á hausinn og lánalínur og annað slíkt byrjuðu að þotna upp allstaðar í heiminum og sérstaklega á svona jaðarsvæðum eins og hérna á Íslandi þá sá maður að það stemdi í óhefni. En að þetta skildi fara nákvæmlega svona sá maður náttúrulega ekki fyrir. En ég sá það aftur á móti mjög fljótlega að með því að fara þess að svokölluðu Glitnisleið að það myndi valda dómínó áhrifum inn í hagkerfið. Ég sá það fyrir. Og þú hefur náttúrulega kynnt þá skoðun þína gagnvart valdhöfunum vegna þess að það eru margir sem glitnismenn sjálfir segjast hafa sagt að þetta myndi hafa keðjuverkandi áhrif vegna þess að erlendir aðilar myndu meta það sem svo að við yfirtöku ríkisins á Glitni myndu skuldirnar færast yfir, þar með myndi lánshæfismatið lækka eins og gerðist, bæði á ríkinu og bönkunum og spilaborgin hrundi. Voru ekki einhverjir aðrir möguleikar í stöðunni? Jú, eflaust hafa verið aðrir möguleikar og var þess að fara út í smáatriði því að þá hafði ég meðal annars aðrar hugmyndir hvernig ætti að gera þetta en svo leið var ekki farin en það hægt að vera vitur eftir og það ekkert víst að það hefði breytt neinu. En þú hefur talið að þú gætir ekki lengur í rauninni unnið við þær aðstæður að það væri verið að kannski keyra eftir einhver áætlun sem þú værir ekki persónulega sáttur við eða vildi taka ábyrgð á? Já, við skulum orða það þannig að mér fannst mín rödd ekki ná nægilega vel í gegn. Tengdust þín persónulegu fjármál þessu eitthvað eða staða Askar Capital sem þú hefur verið í leyfi sem forstjóri fyrir? Af því að auðvitað bara sögurnar fara í gang þegar svona gerist. Já, sko Askar, raunverulega staðan á Askar þannig að hún náttúrulega ekki burðufrekar en hjá öðrum. Eru þeir gjaldþrota eða? Nei. Og samkvæmt mínum upplýsingum að þá hefur verið unnið mjög dyggilega að raunverulega vinda ofan af því fyrirtæki og það hefur gengið vel. Og það engin ástæða til þess að ætla að það fari í gjaldþrot en engin veit sína ævi fyrir allir. Hvað með þína persónulegu stöðu? Ég skuldaði húsinu mínu gengislán og skal ég segja að það er eins og hjá öðrum að það hefur hækkað mikið en aðra skuldir ég ekki með. Af hverju var núningur á milli þín og Seðlabankans? Hvers vegna hafði Seðlabankinn og kannski formaður bankastjórnarinnar horn í þína síðu? Já, það er náttúrulega ekkert nema bara einhverjar sögusagnir sem maður heyrir út í bæ að það er kjaftað að það hafi verið núningur á milli okkar. Það voru ekki mikið samskipti og sem sagt við töluðum ekki mikið saman þessa hluti þannig að það er ekki alveg rétt að það hafi verið núningur en maður heyrir aftur á móti út í bæ að það sé ekkert talað allt og vel hann á þeim vígstofunum. Hvað finnst þér það? Það dæmir sig bara sjálft. Ég er að velta fyrir mér þessum neyðarlögum sem sett hafa verið. Það er nú ýmsir að velta fyrir sér einfélegt hvort þau standist, hvort að við getum gert upp á milli lánardrottna eða skuldara, hvort að þeir eru með íslenskt blátt vegabréf eða hvort þeir eru með vegabréf sem öðruvísi á litinn. Og svo jafnvel haldið fram að neyðarlögin hafi verið samin í sumar, þar að segja að menn hafi verið byrjaðir að undirbúa sig fyrir þetta löngu fyrr. Getur það verið? Já, sko ég held að fyrst með þetta að mismuna skuldurum að svo leið sem var farið hérna á Íslandi var þessi svokallaða Washington Mutual leið, þar sem að í neyðarlögum
voru innistæðu eigendur setti fremst í röðina. Það sama var gert hjá Washington Mutual og síðan aðrir skuldu eða lánadrottnar þar fyrir aftan. Það núlega það sem var gert með það hvort að lögin hafi verið skrifuð í sumar, að ég sá lögfræðingarna sem að skrifuðu lögin vera að skrifa þau nóttina sem að við vorum að búa til þetta plan, þannig að það stenst ekki alveg. En heldur þú að einhver í stjórnkerfinu hafi í rauninni verið búin að ákveða það að þetta væri samt eina leiðin, það væri ekkit önnur staða? Ég get ómögulega sagt til það, sko, að maður heyrir alls konar sögur en ég get ómögulega staðfest það. Þú ert búin að vera í þessum innsta hring og hættir með þessum óvænta hætti. Þessi snerting þín við stjórnmálin, gera það þau að verkum að þú sér tilbúin til þess að fara í stjórnmál eða ertu ákveðin í að gera það aldrei? Já, ég get alveg viðurkennt það hér og nú að fyrir nokkrum árum kitlaði mig svolítið að fara í stjórnmál en það hefur nú dregið allverulega þeim áhuga og eftir að hafa orðið vitni að þeim hlutum sem hafa verið í gangi núna þá myndi ég ekki snerta það með 2 metra priki, frekar en þú held ég. Staðan sem við erum í núna, hún er ótrúleg. Já. Og við eigum ekki gjaldeyrisviðskipti við útlönd, við erum ennþá að reyna að bíða eftir þessu neyðarláni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. En er það ekki samt þannig að við höfðum lengi framan af möguleikum að taka umtalsverð erlend lán til þess að styrkja gjaldeyrisvaraforðan og vorum kannski alltaf að bíða eftir hagstæðir í kjörum? Já, sko, ég held að það er svona mjög erfitt að sjá þetta svona eftir á. Það auðvelt að segja að við hefðum getað gert þetta, en það er ljóst að það var verið að vinna gríðarlega mikla vinnu að því að fá lán hérna fyrir Ísland og það gekk bara ekkert alltaf vel eins og raun ber vitni. Og ég held að það að kenna einhverjum einum að það hafi ekki verið gert, að það sé einlega ómögulegt á þessum tímapunkti, að það er svona svolítið að vera vitur eftir á. Hvað gerist ef við fáum ekki neyðarlán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, ef það er rétt sem að haldið fram að Hollendingar og Bretar muni koma í veg fyrir það? Já, sko, ég hef upplýsingar um það að það sé ekki það sem er raunin og þær upplýsingar eru ekki hérðan, það eru innan og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þannig að þú telur þig vita að við munum fá þetta lán? Já, það er allavega algjörlega þau skilaboð sem ég hef fengið og það er ekki hérðan frá Íslandi. Skiptir það ekki hreinlega sköpum upp á framhaldið ef það verður ákveðið og gengið frá því á mánudag og einhverjum lánum frá öðrum aðilum í framhaldið af því? Sko, ég held að það sem er náttúrulega brýnast núna, það er að koma þessum gjaldeyrismarkaði aftur í gang þannig að það geti verið eðlileg viðskipti og eðlileg samskipti við svona alþjóða fjármálasamfélagi. Og ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn koma að því. Talaðir þú fyrir því allan tímann? Nei, ég gerði það nú ekkert sérstaklega. Ég var alltaf hræddur þetta stigma að vera fyrstur til þess að fara en svo aftur á móti að þegar að... Nú eru það margar þjóðir sem þurfa að segja þetta? Já, nú er það bara mjög gott að hafa verið fyrstur í röðinni. Já. En hvað gerist með krónu? Hún er sett núna á flot í næstu viku ef við segjum að það gangi eftir. Blasir ekki við 20, 30, 40% að gengisfall? Já, sko, ég held að það eru peningar hérna á Íslandi sem að bíða eftir því að komast á land. 200-300 milljarðar eða meira? Já, það eru ýmsa tölur á svona sveimi um það en ég held að sé alveg ljóst að gengi falli og það falli mjög hratt. Ef að gengi verður algjörlega látið fljóta en síðan mun það jafna sig mjög fljótt aftur. Hversu langan tíma geti þetta ekki? Ég myndi segja það að við erum að tala um einhverjar kannski örfáar vikur. Að hvort það gerist á 2, 3, 4 vikum. Það er náttúrulega allt eftir því hversu vel verður hægt að greiða úr þeirri eftirspurn sem verður eftir gjaldeyri. En ég er þeirra skoðunar að við eigum að taka skellinn. Við eigum alls ekki að fara út í gjaldeyrishöft eftir að þetta verður komið og láta þetta ganga yfir okkur og þá er hægt að byrja upp á nýtt. Þú segir taka skellinn, ég meina fólk sem er með gengislán hefur nú kannski að einhverju leyti haft þann möguleika að frista það upp á síðkastið. Myndirðu ekki ráðleggja öllum að frista, jafnvel þeim sem er ekki í vanskilum nú þegar? Sko, ég get sagt þér sjálf á mig að ég ætla nú svo sem ekki verið að gefa öllum ráð, sko, en ég get sagt hvað ég gerði sjálfur. Ég ákvað það að frista húsnæðislánum minn
sótt það og fékk og ég ætla ekki að borga af íbúðalánunum eða vill ekki borga íbúðalánunum af því að þessi möguleiki fyrir hendi meðan að gengið eins og að ég ætla að bíða eftir því að gengið jafna sig. Þess að gengið mun jafna sig. Hvað með þá sem eru með vísitölu tengd verðbólgulán, þar sem að höfuðstóllinn hækkar og hækkar? Já. Eiga þeir að taka skellin líka eða hvað hægt að gera? Það náttúrulega að þessi höfuðstólshækkun sem verður út af verðtryggingunni að hún mun leiða til þess að margir munu lenda í erfiðleikum og það úrræði í Íbúðalánasjóði til þess að umbreyta og létta sér lífið. Aftur á móti að það mun flóknar að eiga við þessi verðtryggðu lán út af eðli þeirra. Eigum við að endurskoða verðtrygginguna við þessar aðstæður? Það verður að núllstilla svo margt? Ég held að það sem við höfum að gera, við höfum að skoða þessa peningamálastefnu í samhengi. Ef við tökum sem sagt upp aðra mynt og þá væntanlega evru og göngum inn í Evrópusambandið, að þá þessum verðtryggingum sjálf hætt. Þú myndir telja að við ættum að taka upp evruna við þessar aðstæður? Sko það sem að evran ekki skammtímalausn. Það eitthvað sem við verðum að horfa til lengri tíma og ég held að þessi tilraun sem við höfum gert hérna með krónuna að hún sé gengin ansi langt og að vissu leyti að ég svona hallast á þá skoðun að okkur yrði kannski best borgið innan sambandsins og með evru, en það kannski svona lengri tíma markmið. Þú hefur ekki alltaf, ég meina þú ert að breyta skoðun í málinu, þú skrifaðir úttekt fyrir Hagfræðistofnun þar sem að þú komst að þeirra niðurstöðu að það væri meira ókostir heldur en kostir. Já, ég hef verið mjög eindregið þeirra skoðun að við getum rekið sjálfstæða peningamálastefnu og það þjóna okkur vel til lengri tíma litið út af þeim sveigjanleika sem að fylgir því. En miðað við svona síðustu atburði þá náttúrulega verði ég að endurskoða afstöðu mína og reynulega áskil mig bara rétt í þess. Ég segi eins og Nóbelskáldið að ég skipti ekki skoðun, það eins og að ganga með steinbarn í magann. Næsta 1 til 2 árin hér á landi áttu von á fólksflótta frá landinu. Hefurðu séð það svartara í efnahagsmálum þjóðarinnar? Nei, ég hef náttúrulega ekki gert það og enginn sem á lífi núna hefur gert það. En aftur á móti að finnst mér svona það eru mikil yfirboð í gangi með bölsínuna að menn jafnvel að líkja þessu við móðuharðindin eða það þurfa að fara aftur til móðuharðindana. Þetta náttúrulega ekki mjög skynsamleg umræða og þjónar þeim eina tilgangi að hræða fólk. Ég held að við verðum tiltölulega mjög fljótan á okkur út úr þessu. Við höfum heilbrigða atvinnuvegi og þegar gengismarkaðurinn komin í gang og þegar svona fjármálakerfið farið að geta þjónað atvinnulífið eins og það á að gera, að þá munum við vinna okkur mjög fljótt út úr þessu. En það munum verða vandamál og fjármál eins og opinbera að munum væntanlega taka mikinn skell á næstu árum, en við eigum ekkert að flækja okkur í því. Við verðum bara að taka þann skell og til þess að lina þjáningar sem flestra. Finnst þér ekki ástæða til þess að gera einhverjar ráðstafanir, til dæmis að það verði ekki gengið að fólki út af skuldum? Jú, þeir Jón Daníelsson og Gylfi Zoëga vinir mínir, þeir hafa mjög talað fyrir því að það verði komið beint að hjálp við heimilin og við fyrirtækin. Nú þessi til dæmis fristing gengislánanna og þessi úrræði í Íbúðalánasjóði, það eitthvað sem er svona greinar á þeim meiði. Síðan eru aðrir hluti sem að hugsanlega væri hægt að gera og menn að fara að gaumgæfa það mjög vel. Tryggvi Þór Herbertsson, þakka þér kærlega fyrir komuna.